Stjörnu og Gróttunnar hérna í fjórðaflokki karla B-deildinni. Ég ætla að byrja að kynna lið Stjörnunnar og það númer 11, Almar Kristmannsson. Númer 37, Guðmundur Rögnvaldsson. Númer 4, Dagur Svæðirsson. Númer 7, Dagur Austmann. Númer 17, Máni Austmann. Númer 20, Hrafnkell Bráðsson. 33, Jón Bragi Hannesson. 13, Ólafur Ólafsson og 9, Aron Heimisson. Lið Gróttu númer 1, Dagur Guðjónsson. 53, Ari Kvaran. 94, Bjarni Kristinn Bjarnason. 99, Fannar Freyr Rómarsson. 43, Sigurður Örn Einarsson. 50, Sigurður F. Sæmundsson. 48, Sigurður Eiríksson. 23, Einar Gauti Harðarsson. 70, Viktor Pétursson. 56, Þorsteinn Sæmundsson. 11, Gísli Gunnarsson og 38, Marlíus Leri Stefánsson. Viltu lýsa Andri með mér? Já, ég tek lýsingar. Pröfa, 1, 2, 3, pröfa. Á ég þetta? Jæja, góð gestir, verið velkomnir hér á Hauka TV í úrslit yngri flokka. Við byrjum hér á leik fjórflokki B. Það keppa Stjarnan og Grótta. Við rennum snögglega yfir liðin. Þá það hjá Gróttu, hann nummer 1, Dagur Guðjónsson. 53 Ari Kvaran. 94 Bjarni Kristinn Bjarnason. 99 Fannar Freyr Ómarsson. 43 Sigurður Örn Einarsson. 50 Sigurður F. Sæmundsson. 48 Sigurður Egilsson. 31 Sturlaugur Orri Hauksson. 23 Einar Gauti Harðarsson. 73 Viktor Orri Pétursson. 56 Þorsteinn Sæmundsson og 11 Gísli Gunnarsson og 38 Markus Leví Stefánsson. Og já, við byrjum hérna að sjá Stjarnan byrja með boltan. Það sækir númer 17 á ólögleg blokk ríktaði með dómarinn. Andri, hérna þú með mér, þú ert maður fara orra núna. Hvað segirðu? Þú ert maður fara orra. Já, ég svona vaknaði bara. Ok. Sjáum hérna hvað Gróttan gerir. Þetta dásamlegt spil. Þetta lítur að vera fríkast. Fríkast. En við rennum kannski yfir lið Stjörnunnar. Það var Númer 1, Almar Kristmannsson. 37, Guðmundur Rögnvaldsson. 4, Dagur Snær Stefánsson. Númer 7 Dagur Austmann. Númer 17, Máni Austmann. 29, Hrafnkell Þráinsson. 33, Jón Bragi Hannesson. 13, Ólafur Ólafsson og 9, Aron Heimisson. Nei. Þarna missaði boltan. Sjáum hérna hvað Grótta gerir. Og línusetting og Og skot í í slána. þverslána. En víti dæmt. Þannig fekk hann vítið. Hann Fannar Freyr. Og á punktinn fer Viktor Orri. Hvað gerir hann? Hann skýtur í stöngina en þeir ná frákastinu. Sjáum hérna, það smá taugaspennu í mönnum hérna aðeins í byrjun. Þeir mega það nú, þetta er ungi piltar og úrslita leikur. Já, það ekki. Við ljáum þeim það. Sjáu þessa... Þvílík hávörn. Það var þvílík hávörn. Sjáum hérna. Þeir eru ekki hættir. Viktor. Hann skýtur í hliðanetti. Ari. Sjáum hérna hvað Stjarnan gerir. Nú kemur Dagur. Sækir á. Hann fær fríkast. Nei,
þetta má skrifa hann eða eitthvað. Sjáum hérna, Grótta keyrir upp. Fríkast. Sjáum hérna að Hottamann leysir, missa boltan. Fríkast. Það svolítið stress í mönnum hérna. Það ekki mikið að skora hérna á fyrstu mínútum, Andri. Nei, það ekki að gefa okkur það. Sjáum hérna, Viktor sækir á. Þetta er víti. Hann stendur inn í teig. Dagur, hann stendur inn í teig. Vonandi fáum við að sjá fyrsta markið hérna. Já, sjáum hann fyrir á punktinn, hann Sturlaugur. Já. Númer 31 í Grósku, Sigurlaugur Orri Hauksson. Búið að brjóta ísinn, nú ætti þetta. Nú ætti þetta að ganga. Sjáum hérna 1-0 fyrir Gróttu, Sturlaugur Orri Hauksson með markið. Sjáum hérna hvað Stjarnan gerir, eru hérna fyrir utan. Já, þetta er ekki. Þetta var vel gert. Ekki flókið fyrir að... Máni Ausmann, þetta er strákur í 15 flokk. Já, við sáum. Það er vel varið. Nei. Sjáum hérna Stjarnan geysast upp. Hávörnin tekur þetta. Já. Sjáum hérna, það er að skipta mann út af í vörn og sókn Stjarnan. Sækja hérna á Máni, Dagur og Guðmundur hérna fyrir utan. Hottamann leysir inn, kemur í blokkeringu. Fær hann tilbaka. Góð sending. Þetta er eins og í sögu. Þetta er vel spilað. 2-1 Stjarnan. Sjáum hérna hvað er að gera. Grótta. Það er skref. Að skref. Og róa bara niður. Sjáum hérna er aftur Dagur, Máni og Guðmundur hérna fyrir utan. Sjáum að þeir spila 5-1 vörn hérna Gróttan. Aftur leysir Hottamann inn. Fríkast. Gullspjald á Hottamanni númer 56. Viktor Örn Pétursson. Það er Þorsteinn Sæmundsson. Já, ég myndi það. Hann fær gullspjald. Sjáum hérna Stjarnan, þeir spila aftur þetta, Hottamann leysir inn og hann sækir á hérna. Hvað dæma þeir? Eitthvað tæknifeilinn. Viktor Örn, hvað? Hann var með 73. Já. Númer 43 í Grósku, Þetta var vel gert hjá honum Sigurður Erni Einarssoni. Sigurður Einarsson. Stjarnan er ekkert að drífa sig. Nei. Sultuslagir bara. Sjáum hérna 2-0 eftir 7 mínútur. Nei, 2-2 segi ég. Já. Vel gert hjá Hrafnkeli. Skora bara hann og þröngu fær í horninu.
komið 2 mörk. Þetta er fríkast. Já. Svona, sjáum hérna, 4 hægri kallaði hann Andri inn á, en þeir missa boltan bara. Flott vörn hjá Mána. Hann er svona framanlega að trufla og Gera það með príði. já. Sjáum hérna hvað Stjarnan gerir, geta komist í 2 mörk. Það kom ekki eftir þessi hotna innlending sem hefur gefið eins og mikið hérna í byrjun. Það kemur langur kross. Dagur sækir hann á og Máni inn á línuna. Já, Vel spilað. Þetta er bara númer Aron Heimisson, hann skorar hann á línunni. Og þeir eru snöggir upp, nei hann er lentur. Þannig að þeir fá víti. Það telja að Fannar Freyr hefur verið lentur, þess vegna fóðu vítakast. Og punktinn fyrir Sturlaugur Orri. Já. Hún skorur einu víti í dag, sjáum hvað hann gerir. Já. Örugt. Sigurður Orri Hauksson. Sjáum hérna hvað ég gera. Sækir á. Innleysingin aftur. Yfir. Sjáum hérna. Gróta hvort þeir sækir ekki hratt upp. Svona. Flott vörn hérna hjá. Hann er spilað hérna framalega hann Máni hérna á Gera það miðjumanninn. mjög vel. Dæmaður einhvern teknifeilinn. Stjarnan sækir keyrir hérna upp. Máni. Hann tekur bara skotið það varið. Og markmaður á. Það var vel varið hjá honum Dag í markinu. Hvað gerir Gróttan? Viktor. Já. Inni. Númer 73, Viktor Orri Pétursson. Þetta var fallegt mark. Sjáum hvað þeir gera hérna. Það er búið að jafna 4-4. Svona óskup rólegt yfir þessu Andri minn. Já, það er eins og Stjarnan vilja halda rúlegu tempói. Já, það er nú kannski skiljanlegt þar sem þeir eru bara með 2 skiptimenn og meðan Gróttan er með fullan bekk, þannig að þeir róa ítrekað niður. Já, stöngin inn. Það er Aron Heimisson. Þeir eru að finna góða lausnir á þessum varnarleik hana Stjörnumenninni. Já, nota línuna mjög vel. Já. Það er einmitt það sem á að gera í svona framlíkjandi vörn. Það er að finna opin svæði á línunni, sko. Þannig að sjáum hérna að Sturlaugur tekinn út af og inn á kemur leikmann með 50, Sigurður F. Sæmundsson. Hérna ólögleg blokkering. Hérna blokkar hann með rassinum sem er víst bannað. Sjáum hérna. Nei, það er fríkast. Þannig var hann ekki frýr. Nei. Sjáum hérna. Hrafnkell fer út. Það kom ekki aftur hotnar innlýsingin frá honum. Hann byrjar bara stimpluðin. Dröldarskref. Það var falleg skot.
Einhver vafið þarna á dómgæslunni. Já. Sjáum hérna. Kemur hann á Sigurður og Viktor. Hann reynir að senda á línuna. Flott vörn. En hann... Nei. Já, þetta Stjarnan nær boltanum. Hann keyrir upp hérna. Dagur, Máni og Guðmundur ennþá fyrir framann. Og þeir róa. Vel Já, gert. já, já. Fallega skot. Dagur Snær. Vel gert hjá Degi Snær Stefánssoni. Þannig að... Já, Fríkast. það er að spila góða vörn. Sjáum hérna hvað Gróttustrákarnir gera. Leysir inn á miðjunni. Viktor sækir á. Já, hann fer svona smá í andlitið á honum, hann fær guldspjald á launum. Hann Hrafnkell í, þetta er hornamaður sem spilar bakur í vörn. Það eru flottir hornamenn. Sjáum hérna. Já, Þorrik inn. Höndin komin upp. Þeir þurfa að gera eitthvað. Fríkast. Fríkast frá þeir, núna verður þeir bara að skjóta, annars missa þeir boltan. Já, yfir. Hann skýtur yfir. Góð hávörn hana. Mynduðu bara vekk og hann náði ekkert að fara yfir hann. Sjáum hérna kortið búið og Stjarnan yfir með 2 geta komast í 3 mörk núna sem er stærsti munurinn í leiknum. Guðmundur, Dagur, Máni, hann leysir inn á horninu. Guðmundur sækir á, inn í hornið á Hrafnkell. Heyrðu, þetta er víti. Nei, Nei. ekki segja dómarnir, elst telja bara að mist boltan. Góð sending. Það er bara fríkast. Fríkast, þótt hann hafi verið smá inn í teig, en það er bara fríkast. Hérna. Já, fín vörn hérna hjá. Það er að spila hörkuvörn sérðan. Já. Viktor hana, nei, hann er svona eini sem er með lífsmarki í sóknarleiknum. Já, þeir hafa ekki svör gegn stórbrotni vörn Stjörnunnar. Nei. Þarna leysir hornamaðurinn. Nei. Hann missir boltan alltaf. klaufalega. Já. Og hornamaðurinn. Já. Það er skref. Já, þetta er rétt. Taka á réttum stað. Já. Það er örugglega svolítið til í þessu. Sjáum hérna, Stjarnan getur aftur aukið munin í 3 mörk. Máni sækir á, hann fór fríkast og guldspjald á leikmann nr. 43 sem er Sigurður Örn Einarsson. Sjáum hérna, hann leysir inn á Hrafnkell, Máni sækir á, opnar fyrir hornið. Og rétt framhjá. Rétt framhjá Jón Braga. Þessi var á leiðinni í samskeytum. Já. Gróttan sækir. Fríkast.
Sjáum hvað þeir gera hérna. Hann var nátt í að ná boltanum hana. En Sigurður, hann keyrir bara á vegg. Hann fer illa að ráðu sínu. Hann var 3 Sigurðar í þessu Gróttulið, þannig að við þurfum að fara að setja eitthvað öðru í sína Sigurður F. Sætti hann á. Sjáum hann að leysir inn úr horninu. Fín. Það var Sigurður sem átti þetta skot. Lína dæmd, fríkast. Stoppa tíman, hann fengið eitthvað högg á puttan, hann Guðmundur. Hann harkaði þetta á sig. Já, mér sýnt það. Hann náði hann bara boltanum, þetta var góð vörn. Gult spjald. Á Guðmund. Fyrir litla sakir finnst mér. Sjáum hvað ég gera hérna. Góð finta. Þetta fer allt yfir. Hann ekki Þetta fer aðeins að... Það er eins og boltinn sé eitthvað stór fyrir hann. Við þurfum að miða siktið. Já. En Máni gerir þetta mjög vel. Máni er greinilega lykilmaður í þessu stjörnuliði. Já. Og spila hörkuvörn. Spila nær þarna inn í sendinguna. Hann var örugglega inn í teik, það er svona að færa hann fríkastið. Nei, fá þeir fríkastið. Sjáum hérna. Sigurður sækir á og Sigurður F. Nær að koma inn á línuna en hann klikkar, hann Fannar Freyr. Hann geta komið í 4 mörk. Og hann missir, já, þetta bjargast. Getast þeir komið í 4 mörk hérna. 5 mínútur til hálfleiks. Þeir róa bara aftur. Já. Þeir eru í því að róa. Já, enda skiljanlegt, 3 mörkum yfir og lítið eftir, þá vilja þeir bara fá öðrugt mark. Fríkast, hann er komin í skref. Eitt vinstri kallar hann, Hodnamaður leysir. Hann gera þetta þó nokkuð oft í leiknum. Og hann bara sjálfur upp. Það er vel varið. Vel varið hjá Degi hérna í markinu. Sjáum, Viktor. Mikið svæði hérna Niður í og hornið. Og örugt. Mjög gott slút hjá Þorsteini. Það var bara örugt slút. Hann þarf að opna meira fyrir þennan strák. klárlega. Sjáum hérna Stjarnan er að mistum munið niður í 2 mörk núna, 5 mínútur eftir. Sjáum hvað þeir gera. Hanna leysir inn. Komur allir með 4 fyrir utan. Þá tekur Máni þetta bara á sig. Já. 50 segir hann. Sigurður F. Sæmundsson, gult spjald. Svo því það að Gróttumennin eru búin með kvótann sinn, þannig að næsti er það þá bara 2 mínúna brottvísun. Það er ekkert annað. Nei. Sjáum hérna hvað Stjörnustrákarnir gera. Klipping, Guðmundur upp. Já, já. Þessi var fastur. Þetta er sleggja. Sjáum hérna hvað hann gerir. Grótta tekur leiklega. Andri Sigfússon, hann tekur leiklega. Skiljanlegt. Já, 3 mörkum undir og 4 mínútur eftir. Hans menn ekki að gera góð hluti í sókninni. Nei. Já, það er svona að spila hörku vörn Stjarnan. Já, mjög góða. Og Grótta er bara í vandræði með að komast í gegnum hana. Það er svona saga leiksins eða ekki? Jú, mjög svo. Varnarleikurinn hjá Stjörnumönnum sé nú, sóknarleikurinn hjá Stjörnumönnum sé nú ekkert upp á marga fiska, en það er bara varnarleikurinn sem skilur af. Já, vörnin er besta sóknin. Já. Ef maður spila góða vörn og skilar það mörkum. Var ekki alltaf verið að segja að hérna, það eru vörn og markværsla sem vinnur titla, þannig að við skulum sjá hvernig það endar hinn í kvöld. Já. Eða í dag. Núna er það vörn og skjóta yfir. Já. Það er núna bara sama markværsla. Já,
Já, leiklið búið hérna, stjörnumenn kom inn á völlin en Andri ætlar eitthvað að draga þetta langinn. Það er gult spjald. Það er gult spjald fyrir að vera á lengi. Þeir eru harðir. Þetta er hárrétt. Þeir gefa ekkert eftir. Þetta er hárrétt. Fjóra mínútur og 7 sekúndur eftir. Já. Sjáum hérna hvort það breyti einhverju, þetta leiklega. Hérna Sigurður og Sigurður F. Sigurður Örn, hann sækir á. Já. Víti, Dagurinn teik. Gult, sleppur, vel þarna. Máni, nei, Máni fær gult spjald. Það hefði getað verið 2. Það er komin 3 gul á stjörnuna líka, þannig að við förum að sjá brottvísanir. Jæja, hann kemur inn á, tekur vítið. Sturlaugur. Hann klúrar þess ekki. Sjáum hérna, stjarnan gerir. Stýtti sér leið, dæmd lína. Þetta er klaufalegt, maður vill ekki sjá þetta. Það er leiðilegt þegar svona sker. Sjáum hérna, 3 mínútur eftir, geta minnka muninn niður í 1 mark, Grótta. Sturlaugur sækir á, niður í hornið. Mjög flott spil hérna. Nei. Góli og yfir frá honum Ara. Andri, sem hótnamaður, þá ertu ekki ánægður með svona slúg? Nei, ég vil ekki sjá þetta. Nei. Ekki í mínum húsum allavega. Nei. En við sjáum hérna hvað stjarnan geta aftur aukið muninn í 3 mörk. Nei, þeir ákveða að missa boltan. Klaufalegt. Og sending fram. Já. Nei. Mark. Það er mark. Mark frá honum Fannari Frey. Á síðustu stundu. Slær boltan í neti. Það var vel gert. Við fáum að sjá æsi spennandi seinna hálfleik hérna. Já, ég trúi því. Sjáum hérna hvað stjörnustrákarnir gera. Já, Máni kominn í gegn. Nei. Áræðinn strákurinn Máni hérna. Já, mjög mikið líf í honum. Sjáum hérna hvað ég gera. Sending tilbaka og bomb. Já! Það er hörku skýta. Guðmundur Rögnvaldsson. Sjáum hérna hvað Gróttumenninni gera. Þeir hafa 1,5 mínútu tæpa til þess að hérna leysir inn á línunni, nei á horninu. Flott vörk hjá Mána. Máni vinnur boltan bara. Gefur á tvíburabróður sinn og Dagur. Heyrðu, þetta er víti, 2. Víti, 2. Ekki spurning. Eða hvað? Hvað ætlar að dæma? Já. 2 mínútur. Hann stytti sér leiðinn í teignum, þetta er bara hárrétt. 2 mínútur á Sturlaugur Orra Hauksson. Sáum hérna 1 mínúta. Fáum að sjá eina sleggju hérna frá honum Guðmundi. Sjáum hérna Guðmundur fer á punktinn. Móti Dægi. Já. 9-7. Grótta einu færri. Sjáum hérna hvað ég gera. 50 sekundur til leiksloka, nei til hálfleiks. Sækja á. Og hann fyrir í gegn. Já. Sigurður. Taka hraða með þau hérna. Ekki gekk þetta hjá þeim þegar voru jafn margir en allt í einu kemur hann núna. Einum færri. Já. Sjáum hérna þeir hafa 20 sekundur stjörnumennir.
Þannig og 10 sekúndur eftir. Hrafnkell leysir inn og Máni sækir á þetta hérna. Fríkast. Ekki fríkast. Þeir láta tíman bara renna út. Og það sleggjan sjálf sem fer á... Guðmundur gegn varnarmúrnum. Ekki segja hann setjan, svona í tilefni dagsins. Aðeins að krydda. Sér þarna. Mikið bil hana á milli henda. Fínt. Það má alveg reyna þetta. 10-8 hér í hálfleik og við tökum okkur smá pásu, Andri. Já, gerum við. Komum Galvaskir með seinni hálfleikinn á Vörðuspori. Þerrað mín tár, þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem Hafðu augun á boltanum með N1. Fullt af fjöri. Þegar kviknar á deginum og í lífinu ljós. Þegar myrkrið örvar á mér. Þá eitthvað sem hrífur mig líkt og útsprungin rós. Þá vil ég vera hjá þér. N1, meira í leiðinni. Á hverju ári góu ungunum falið verkefni að fela páskaeggin. Skemmtilegasti dagur ársins framundan. Hvar leynist góueggið þitt? Verði þér að góu. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. Come on, let me
Ég veit ekki hvað ég gerði ef ég væri ekki á bíl. En ég veit að ég spara tugi þúsunda með N1 kortinu. Ég fæ bensínið á betra verði allt land og líka afslátt þegar ég læt smyrja bílinn, setja hann í viðgerð eða læt skipta dekk. Ég spara líka þegar ég fæ mér kaffi á leið í vinnuna. Og þegar ég kaupi eitthvað sem vantar á leiðinni heim. N1 kortið er alveg ókeypis og ég spara tugi þúsunda á ári. N1 kortið, meiri ávinningur í leiðinni. Þetta er svo gott. Fyrir svona litlan pening. Hefurðu smakkað Prins? Ekta dökkt súkkulaði utan marglaga keksið eins og Íslendingar elska. Mjög gott súkkulaði. Ansi svipað. Verði þér að góðu. Samkvæmt ánægjuvoginni eru viðskiptavinir fjármálafyrirtækja ánægðastir hjá okkur. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Tvöfaldaðu ánægjuna með Duo Bucket á KFC. 2 kjúklingabittar, 2 skammtar af frönskum, 4 hot wings, 2 Singer strips, 2 skammtar af heitri sósu, 4 hot sósur og barbecue dip sósa. Vel útilátin máltíð fyrir 2 á aðeins 1990. Þá er síðari hálfleikur hafinn. Já, þá er síðari hálfleikurinn komin hérna á stað. Grótta byrja með boltan, leysir inn Viktor. Já, þetta skorar mjög vel. Sjáum hérna, Stjarnan hefur búin að fá sig 2 mörk, 1 færri. Það er ekki nóg gott. Nei. Grótta minnka munin í 1 mark. Sjáum hérna, hvað setur? Hérna, Stjarnan, Hottoman leysir inn. Dagur kominn hana, búinn að leysa bróður sinna af. Já, hann er eitthvað meitt síðan Sigurður. Sjáum hérna hvað stjörnumennir gera. Einum fleiri. Nei, mann hinn er kominn á. Já, Stjarnan á þetta. Já, þetta er hárrétt. Mjög góð barátta hérna hjá. Mér finnst þetta að vera hárrétt. Fríkast. Sjáum hérna hvað stjörnumennir gera. Já, Hrafnkell, fríkast. Guðmundur, Dagur. Nei! Sástu þetta? Þetta var flott skot. Þetta er eitthvað sem við værum stoltir af. Já, ég vil sjá þetta í mínum húsum. Sjáum hérna hvort að stjörnumenninni ná upp sömu varnarleik og hinn í fyrraleik. Já, hann byrja tæknifélagarnir. Jæja, Stjarnan eins og 2 mörkum yfir og þeir eru sultuslagir. Já, sjáum hérna
Máni aftur komin í sóknarleikinn. Máni sækir á fríkast, komin í skref. Sjáum hérna. Vel varið hérna. En þeir ná frákastinu. Þeir ekki nógu grimmir, Gróttamenn. Þeir vilja þetta ekki nógu mikið. Nei. Það eru svona þessi hluti sem skilja að í svona leikjum. Það eru fráköst og grimmd og barátta. Já. Og þarf það til þess að verða Íslandsmeistari. Þetta er úrslita leikur. Já. Menn verða að setja sig í gírinn. Nákvæmlega. Við tölum hérna góðri reynslu, Andri. Jú, það er rétt. Sjáum hérna og Máni Runingur. Nei. Hann átti hann bara að droppa niður í hotn. Já. Það var samt vel spilað hjá þeim og kom algjör yfirtölu. Jæja. Já. Vel gert. Hann er kominn í hotni hann. En hefði nú getað gert betur hann að markmaðurinn. Marius. Mattias. Örugglega. Mattias Levi Stefansson. Segjum það bara. Þeir eina líf. Það var góð vörn. Þeir hefði sagt mönnum að róa sig. Já, hann Hilmar dómari, hann er að segja mönnum að aðeins að slappa af. Sjáum hérna hvað stjörnumenninni gera. Guðmundur, það er framhjá. En fast að vanda. Já, sjáum hérna, þeir geta jafna leikinn hérna. Sturlaugur. Þeir sjálfur, það er Runingur flott vörn hérna hjá Mána, ég er mjög sáttur með hann. 2 mínútur. 2 mínútur, Sturlaugur, aftur. Þá var hann komin á hættusvæði. Já. Það er ekki nógu gott fyrir Gróttumenn, en hann er þeirra markahæsti maður. Já. En Grótta, þeir fóru vel út úr einum fleiri leikhlutan máðan. Hann skulum bara vona að gangi jafnvel hjá þeim núna, betur hjá Stjörnunni. Sjáum hvað er still upp í hérna Stjarnan. Sjáum að Máni komin hérna vinstra megin. Jón leysir inn, Máni fer á þetta í gegn og skorar. Þetta er góður leikmaður. Hann ríður bara maður hana inn á vellinum. Já. Halda þessu inn á. Flott vörn hérna á Stjörnunni. Sigurður. Sérði. Sjáum hérna inn á Sigurður og Fannar og Viktor hérna fyrir utan. Fannar, Viktor hérna. Vel varið. Vel varið. Stjarnan kemur upp. Gefum honum gott skot á þetta. Sjáum hérna að Stjarnan getur aukið muninn í 3 mörk aftur. Hvað gerir Máni? Bara beint upp. Háarðin tekur þetta. Flott vörn hérna, já. Annars séns. Nei. Ekkert fær hann. Sjáum hérna hvað Gróttan gerir. Hann missir bara boltan. Og þeir tvíburarnir sprett upp. Já, Dagur í gegn og skorar. Já. Þess maður geta þeir tvíburar hérna, þeir eru ennþá í 5. flokk.
Já. Ég sem þjálfari 5. flokk hjá Haukum, þá erum við búin að spila á móti þeim. Það er ekkert annað. Nei. Og hann, Máni er lykilmaður. Hérna í þessu 4. flokks spili Stjörnunnar. Og sjáum hvað er að standa sig vel þessi drengir. Hérna 13-10 staðan fyrir Stjörnuna. Það verður á brattan að sækja hérna seinustu 18 mínúturnar. Þetta er vel spilað. Já. Þetta vill maður sjá. Þetta var vel spilað. Sjáum hann komin á línuna, hann Ólafur H. Ólafsson fyrir Stjörnuna og hans að hvíla hann Aron á línunni. Sjáum hérna hvað ég gera. Máni. Hann hættir ekki. 2 mínútur. 2 mínútur. Viktor. Er það víti? 2 mínútur og á Viktor. Og víti. Sleggjan fer á punktinn. Já, þetta var glæslega vel gert hjá honum Mána. Já, mér fannst það. Hann býr þetta bara til upp á sitt einsdæmi. Hefði mátt gefa honum bara markið þannig. Já. Já. Búalistinn bregst ekki. Nei. Beint á markið en samt hann inni. Þriggja marka fórustu Stjarnanna. Já, en að sjáum hann er kominn inn á hérna númer 94, Bjarni Kristinn Bjarnason. Flott vörð hjá Stjörnunum. Já, þetta er bara ruðningur. Þetta er bara ruðningur. Þetta er bara hárréttur dómur. Mjög flott dómgæsla hérna. Já, við viljum að gefa þeim prikk í kladdan fyrir að dæma geipilega vel. Sjáum hérna þeir geta komist í 4 mörk, fyrsta skipti í leiknum. En þá mínúta eftir að tímanum. Máni opnar fyrir hornið. Þetta er stórkostlegt. Enn og aftur er Máni lykilmaður sóknarinnar. Það var vel gert, Hrafnkell, hann skorar sitt 3. mark. Samt verðum að setja smá spurningaverki við markvörsluna hana. Já. Fær hann á sig á nærstöng? Já. Það vill ekki sjá sem þjálfari hjá að markmaðurinn fá hann á nærstöng. Nei, en svona er það bara. Sjáum hérna hvað Gróttan gerir, einu færri en þá. 15 sekúndur eftir af tímanum þeirra og 10 mínútur eftir. Það verður á Brattl að sækja fyrir Gróttumennina. Já. 4 mörk. Já. Og það eru bara korter eftir. Já, þeir eru ekki að finna nægilega mikla lausnir við þessum varnarleik. Og sérðu. Hérna, sjáum við missan bara út af. Það er eins og þeir eru búin að gefast upp. Sem Já. maður vill ekki sjá í úrslitaleikum. Því það er allt hægt. Nákvæmlega. Sjáum hérna hvað ég gera. Já, fríkast. Og á. Það er að gera bara hjá Stjörnunni, bara að taka sinn tíma og bara vera rólegir í þessu. Máni opnar hornið. Og vel gert. Þeir eru á góðri leið með að sigla svo heim, Stjarnan. Hrafnkell með sitt 4. mark. Vel gert. Þetta var vel gert, Bjarni Kristinn.
Sjáum hvað gera hérna. Stjarna, Máni í gegn. Já. Og víti, lendur. Guðmundur, Nei. Hún fór á punktinn. Það er Dagur setur hann stórkostlega, bara beint í hitt hornið. Gróta stillir upp hjá þér. 5 mörkum undir. Það er fríkast. Gróta fyrir að spýta í lóan ef að... Já, 2 mínútur á Hrafnkell, hornamanninn Drúga. Sjáu hornið. Nei. Hann veisir hann bara út á. Lélega sending hann. Já, illa gert, einu fleiri. Sjáum hvað gera, Máni komin hérna niður í horn. Dagur og Guðmundur fyrir utan og Jón í hinn horninu. Jón leysir inn, Guðmundur sækir á, fríkast. Hann sækir bara fríkast. Það er ekki dæmt. Hraðar upp. Það er yfir. Sjáum hérna hvað við gera, einu færi, 30 sekúndur eftir. Guðmundur fer í gegn. En... Fríkast. Tíu sekúndur eftir. Þangað til að Stjarnan fær fullskipulið. Og það er lúmst undirhættarskot hérna frá Degi í annað skiptið. Sitt þriðja mark. 10 mínútur eftir. Já. Þeir opna... Nei. Já, þessi lakinn. 23. Einar Gylfi Harðarsson. Það var samt má eiginlega bara skráta sem sjálfsmark á markmanninn. Aha. Við segjum svona, hann var óaminn hann í markinu, hann Almar. Sjáum hérna hvað Stjarnan gerir, geta aftur auka munin í 6 mörk. Sjáum hérna, Hrafnkell leysir inn. Reyna línusendingu, fríkast dæmt. Máni hérna með skotið framhjá. Flott línusending. Það er bara yfir, Hann missir bara boltan, sýndist mér.
Sjáum hérna aftur geta komist í 6 mörk Stjarnan. Já, vel spilað. Flott mark hérna. Skorar. Númer 20, Hrafnkell Þráinsson. 5. mark hans. Já. Hann er að spila stórvel hérna. Gólinsson. Já, vel gert. Þessu var fastur. Sigurður F. Sæmundsson, vel gert hjá honum. 5 marka munur. 5 marka munur og 8 mínútur eftir, eða 7,5. Það verður tæft. Þetta er alveg hægt en þetta verður erfitt. Þeir eru að setja sig í gírinn. Já. Máni... Hann fiskar víti. Mjög góður í að fiska víti hérna. Já, það var vel gert. Dagur á punktinum. Já. Dagur Snær Stefánsson. Bjarni upp í loft og skorar. En nú er þetta loksins að fara að kikka inn hjá gróttumönnum. Bjarni Kristinn Bjarnason. Tekið Mána á umferð, skiljanlega. Hann er allt í öllu aðeins í sókninni. Og Guðmundur líka. Þetta verður fróðlegt að sjá. Guðmundur, sækir í fíkast. 6 mínútur eftir. Já. Fannar hefur meitt sig lítilega. Já. Ekkert sem að stoppar menn í svona úrslitaleikjum. Nei. Það þarf að vera ansi mikið. Sjáum hérna. Runingur. Þetta er bara hárrétt. Lítið þetta að segja við þessu. Og Gróttamenn finna línu og þeir skora. Minnka þetta í 4. 5 mínútum til leiksloka. Og Stjarnan tekur leikhlé. Fjögur mörk, skemmtileg sluga, en það verður erfitt. Þetta er alveg hægt. Þetta er hægt, maður hefur séð margt í handboltanum. Já. En með við barátuleysi Gróttumanna, þá tel ég ólíklegt. Já, hérna, þau taka ennþá 2 umferð, taka Mána og Guðmundur umferð. Þau ætla bara að spila hérna 4-4. Þetta er bara, hérna, Hrafnkell sækir á. Dagur. Já, hann hættir ekki. Þessi lúmski. Næstu 5. mark. Þetta er hættulegt.
Sjáum hérna, 5 mínútur eftir, 5 mörk. Þeir eru að keyra sig heim. Fríkast. Já, fríkast. Hann leysir inn. Flott vörn hjá Stjörnumönnum. Grótta hefur engin svör. Þeir hafa verið að spila hörkuvörð allan tíman. Ekki gefið neitt eftir. Nei, það er að gera. Þannig vinnur titla. Bjarni upp og það er sleggja, það er sleggja. Númer 9, Bjarni Kristinn Bjarnason. Það sitt 3. mark. Hann hafði 4 mörk, 3,5 eftir. Þetta er alveg hægt. Þú ekki að segja ef Stjarnan skora núna þá eru orðnir meistarar. Jú, get fullirt það. Hot. Góð blokk hérna hjá Gróttu vörn. Sjáu línuna hérna, Hrafnkell með sitt 7. mark. Hrafnkell Þráinsson. Svo spilar hann dundurgóða vörn hérna í bakverði í þokkabót. Já. Þú ekki að segja að sé hann og Máni sem eru menn leiksins. Jú. Já. 3 mínútur eftir. Grótta í sókn. Fríkast. Fríkast. Hörkuvörn. Hörkuvörn. Já, þessi er inni. Númer 50, Sigurður F. Sæmundsson. Sigur F. Sæmundsson með sitt 3. mark. Og þeir fara allir út. Með sitt annan mark. Og Hrafnkell. Það er fríkast. Fiska fríkast. Stoppa tíma. Stjarnan missi boltan. Sjáum hérna hvað ég gera. Fríkast. 1,5 mínúta. Þetta er komið. Ekki nema að skori strax. Þeir þurfa að drífa sig. Já. Flott vörn, sérður Hrafnkell. Já, það spilaði dundru góð vörn. Og það er varið. Það er varið. Fekk hann í hausinn hana. Þetta er bara skráð sem markaslag. Já. Grótta fær aftur boltan. Mínúta eftir. Sérður. Þarna voru Stjörnumenn illa að ráða sinni, mistu boltan. Fengu mark á sig í þokkabót. Gísli Gunnarsson, þessi strákur er í 5. flokki líka. Þarna fekk Guðmundur á stað, missi boltan, klaufalegt. Fótur. Það er fríkast. Já. Og sláinn. Stoppa tíman, Máni meitt sig. Fekk höfuðhögg. Vonum að það sé ekki alvarlegt. Sjáum hérna 35 sekundur eftir og 3 mörk, þetta er komið. Það er Stjarnan sem verður Íslandsmeistari í 4. flokks B-liða árið 2012. Það er klárt mál. Dagur
Sérðu Hrafnkell og þversláin. Og hann fiskar boltan. Það var bara vel gert. Stjarnan á hann. Sló bara í boltan. Ætlar að smetla einni slummu í lokin. Máni á Dag og Hrafnkell var annars séns. Já. 7. mark hans. Flott. Og 5 sekúndur eftir. Gróttumenn. Góð vörn. Þeir eru ekkert að slaka á sko í vörninni. Og Stjarnan vinnur Íslandsmeistarar 2012. B-liða 4. flokki. Já. Þeir hafa fyllilega skilið. Já, óskuðum til hamingju og þeir bara eru vel að þessu komni. Spiluðu hörku vörn og leystu varnarleikinn hjá Gróttu betur en Grótta gerir hjá þeim. Þannig að þar að leiðandi bara eru þeir sigurvegarar dagsins. Það er rétt. Herru, við fylgjumst nú kannski hérna aðeins með verðlaunafhendingunni sem hefst núna bara strax. Maður leiksins að þínu mati? Það er klárlega Máni. Máni? Klárlega. Já. Það myndi mig bara ungan Aron Pálmarsson. Já. Sjáum hérna. Það er ekkert verið að... Sjáum hérna hvernig þetta er gert núna. Stilla upp einhverjum bekkjum hérna til þess að standa upp á. Svo þeir líti út herri en þeir eru. Flestir hana í 5. flokki. Já. En þetta er bara hörkulið og bara vel að þessu komni. Já. Spiluðu betur. Sjáum hérna. Dómaraparið stóð sem með príði. Já, kemur ekki óvart. Og nota fyllilega skilið drengurinn. Stilla sér hérna upp. Þjálfarinn er líka að segja þær. Ég byrja hérna á að veita verðlaun hérna Gróttu. Það er medalja og rós. Það er hérna Róbert frá HSI og Björg og Ólöf og Ásdís frá Haukum og svo veit ég ekki alveg hver sú þriðja er, hún er frá HSI líka. Það er hérna rós og peningur eins og þú segir. Bæði þessu lið eru komin langt að og eru búin að spila marga leiki. Þannig að þetta er endir á löngu og ströngu tímabili. Já, og mikið ævintýri var það. Já. Sjáum hérna allir Gróttustrákarnir að fá sinn pening. Já, þjálfarinn er líka verið að víst að fá verðlaun fyrir góðan árangur. Ég vil biðja áhorfendur að gefa Gróttu gott klapp fyrir sinn árangur í keppninni. Sigurvegarinn. Jæja, þá er það Íslandsmeistarar Stjörnunnar sem er að fá verðlaunin til sín. Þeir allir mjög spenntir sé ég. Já. Hann er sleggjan. Guðmundur. Fær fyrsta peningin. Og svo Almar markmaður. Fekk hann í hausinn. Hann er bara járnmaður, það er bara þannig. Hann er Máni, næstur, maður leiksins, Aron Pálmarsson, ég get ekki sagt meira. Hrafnkell. Ættum að sjá hann í atvinnumennsku mjög fljótlega. Hrafnkell, hann var líka tilnefndur til mannleiksins.
Já, á okkar mati. það er rétt. 7 Ólafur. slummur, góður í vörn, allt í öllu. Þannig að Dagur, Tvíburabróðurinn, lifir í skugga Mána. já. Aron hinn sterki á línunni. Þarna er lúmski djöfullinn. Já, hann Dagur. Svo strákurinn sem var bara allan tíman í hægra horninu og stóð fyrir sínu. Já. Hann Jón. Og svo þjálfarnir, það er fyrir Haukamaðurinn, hann Arnar Jón og Sverrir Eyjólfs. Gott lið. Já, nú óskum við til hamingju. Íslandsmeisturum, Fjólós Karla, félaga 2012, Gotla. Við byrja fyrirliða að stíga fram og taka það rauðum. Þarna er sleggjan, Sleggjan fyrirliði, Guðmundur Röggvaldsson. tekur og heyrir lagið. Þetta er Já. dásamlegt, yndislegt. Og heyrðu, Já, erum vel að þessu komni, erum óskum þeim til hamingju hérna, leifum þess að fljóta hérna meðan þeir lyftu byggarunum.